Fundarstjóri, góðir gestir, ég þakka fyrir boðið að fá að ávarpa ykkur á ársþingi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Allt gerist þetta nú við óvenjulegar aðstæður og maður saknar þess vissulega að fá ekki að hitta ykkur í eigin persónu og njóta samveru og uppbyggilegra samtala málefni líðandi stundar. En við höfum líka verið lánsöm Íslendingar að hafa byggt upp á síðustu árum hágæða innviði á sviði fjarskipta og erum farin að nýta tæknina á skilvirkan hátt. Það er eitt af því jákvæða sem við tökum með okkur út úr þessum heimsfaraldri kórónuveirunar, að nýta okkur nútímalegan samskiptamáta, sparar tímavissulega og pening og tengir okkur öll óháð staðsetningu. Ísland ljóstengt er velheppnað verkefni. Okkur er að takast að tengja 99,9% íslenskra heimila og fyrirtækja hraðvirku neti og með því ná að jafna tækifæri allra landsmanna á svo mörgum sviðum. Komandi ár er 7. árið sem ríkið styrkir ljósleiðaravæðingu sveitarfélaga með fjárveitingum gegnum fjarskiptasjóð og undir lok verkefnisins er stefnt að því að tengja síðustu 150 til 250 byggingarnar í dreifbýli. Áfram verður síðan unnið að því að bæta fjarskipti á svæðum þar sem er markaðsbrestur. Hér vil ég nefna sérstaklega vinnu sem miðar að því að nýta hluta af NATO ljósleiðaraþráðum sem gætu stuðlað að sambærilegri uppbyggingu ljósleiðarakerfa í byggðakjörnum og landsbyggðinni, en það eru helst slíkir staðir sem þarf að huga að. Með eflingu samkeppni á landshring fjarskipta yrði stuðlað að hraðari og hagkvæmari uppbyggingu í mörgum byggðakjörnum en ella. Þá myndi valkostum þjónustu aðila sveitarnetana líklega fjölga. Allt er þetta þó háð bæði útfærslu og niðurstöðu útboðs á NATO þráðum. Það er stoltur samgönguráðherra sem kynnir þessar mundir eina mestu fjárfestingaráætlun í samgöngum frá upphafi. Í samgöngumálin almennt renna á næsta ári 56 milljarðar eða 2/3 af þeim 83 milljörðum sem koma í hlut míns ráðuneytis. Á næstu 5 árum erum við að tala 282 milljarða. Landsmenn hafa ekki upplifað annað eins framkvæmda tímabil. Leið og við vinnum gegn samdrætti í hagkerfinu, þá stórbætum við umferðaröryggi. Það eru góðu fréttirnar. Stór sókn verður í vegaframkvæmdum í tengslum við fjárfestingarátak stjórnvalda sem skapar þúsundir starfa. Á næsta ári verður 35 milljörðum varið til framkvæmda og viðhalds á vegakerfinu og er það hækkun 32% á milli ára. Of langt mál er að taka það allt fyrir hér, en meðal verkefna er að aðskilja akstursstefnur og stofnæðum út frá höfuðborgarsvæðinu. Þá verður ráðist í umtalsverðar framkvæmdir á vegakerfinu land allt. Á ykkar stóra svæði er stærsta verkefnið að aðskilja akstursstefnur til og frá höfuðborgarsvæðinu að Borgarnesi. Kjalarnesvegur sem þið lögðu mesta áherslu á er nú komin í framkvæmd. Snæfellsvegur Skógarströnd er komin á dagskrá og vonandi getum við flýtt þar framkvæmdum. Fróðárheiði er frá. Þá verður unnið í ýmsum aðgerðum í höfnum á svæðinu. Við ætlum að styrkja og leggja bundið slitlag á umferðarlitla tengivegi og átak verður gert í fækkun einbreiðra brúa á hringvegi. Kominn tími til, myndi einhver segja, en þeim ætlum við að fækka helming á tímabilinu, þannig að þær verði 19 í stað 36 árið 2025. Framlög til viðhalds verður einnig aukið á innanlandsflugvöllum og lendingarstöðum og er hækkun frá gildandi fjárlögum, þar að segja hækkun milli ára, 57%. Framlög til hafnarmála aukast einnig verulega og framlag til almenningssamgangna hækkar á milli ára og er nú komið yfir 4.000 milljónir. Þannig við hljótum að gleðjast öll þegar við förum yfir listan yfir þessi brýnu og arðbæru verkefni sem auk þess skapa fjölda starfa land allt. Það var mér sérstök ánægja í síðasta mánuð að kynna loftbrú sem gefur íbúum á landsbyggðinni sem búa fjarri höfuðborginni kost á lægri flugfargjöldum til borgarinnar. Í mínum huga er loftbrú eina mikilvægari byggðaaðgerðum sem ráðist hefur verið í og með því að tekið stórt skref til að jafna aðstöðumun þeirra sem búa annar staðar en á suðvesturhorninu og lengra frá. Það er mikið réttlætismál að þeir sem búa fjarri höfuðborginni, vilja og þurfa að sækja þjónustu þangað, fái niðurgreiðslu á ferðum sínum með flugi. Verkefnið hefur verið á stefnuskrá minni síðan ég kom í ráðuneytið. Fyrirmyndin var sótt til nágranna okkar Skota, en nú höfum við útfært verkefnið á okkar hátt
og gert aðgengilegt í takt við áherslur stafræna þjónustu hins opinbera. Það má með sanni segja að samgönguáætlun sé ein stærsta byggðaaðgerðin. Áhrifin eru svo mikil fyrir byggðirnar og búsetu fólks. Atvinnusvæði stækka og auðveldara verður vik að sækja opinbera þjónustu þar sem hún er ekki í boði í heimabyggð. Byggðaáætlun skiptir líka máli og hefur framkvæmd núverandi áætlunar gengið vel að mínu mati. Við höfum náð að samhæfa hana við ýmsar aðrar opinberar áætlanir með beinum fjárframlegum, meðal annars samgönguáætlun, til að mynda á sviði almenningssamgangna. Ég viðurkenni þó að það hefur valdið mér vonbrigðum og áhyggjum hve illa virðist ganga að hrinda aðgerðinni störf án staðsetningar í framkvæmd. Ég vil meina að þar sé meðal annars að kenna að ekki hefur tekist að sannfæra stjórnendur ríkisstofnana hve mikill akkur er í aðgerðinni og hve einföld hún er í raun. Því þegar starf er auglýst án staðsetningar, þýðir það að búseta skiptir ekki máli við val á starfsfólki. Þannig stækkar í raun mengið sem stjórnendur geta valið úr. Þetta kallar á hugarfarsbreytingu að hrinda þessari aðgerð í framkvæmd og ég mun leggja mitt af mörkum á komandi mánuðum til þess að svo megi verða, því það er okkar allra hagur. Endurskoðun byggðaáætlunar er hafin og þessa dagana stendur yfir vinna við gerð stöðumats eða svokallaðrar grænbókar. Þar er rýnt í árangur gildandi áætlunar, spurt hvað mætti betur fara. Skjalið verður kynnt í samráðsgátt stjórnvalda nú í lok október og í framhaldinu fer fram víðtækt samráð land allt og ég hvet ykkur, kæra sveitarstjórnarfólk, til að taka þátt í mótun nýrrar áætlunar en tillaga nýrri áætlun verður síðan lögð fyrir Alþingi næsta vor. Okkur hefur tekist að auka fjármagn til byggðaáætlunar og sóknaráætlana landshluta á síðustu árum og ef frá er talin auka fjárveiting til málaflokksins á þessu ári tengt COVID-faraldrinum, þá stefnir í 15% aukningu milli þessa og næsta árs. Þó ekki sé mikið fjármagn í sjálfu sér að ræða, hafa þessir fjármunir mikla þýðingu fyrir hinar dreifðu byggðir, sem nýtast til nýsköpunar og margvíslegra viðspyrnu verkefna. Þannig hafa til dæmis rúmar 100 milljónir króna runnið úr byggðaáætlun einni saman til verkefna á ykkar starfsvæði sem er vel. Og því fé sem er varið í sóknaráætlun landshluta er vel varið og ánægjulegt að sjá árangurinn af því nýsköpunarstarfi öllu. Heimsfaraldurinn setur svo sannarlega mark sitt á íslenskt samfélag og heiminn allan. Ferðamenn sjást hér varla í dag en voru á 3 milljón á síðasta ári. Fyrirtæki í öllum landshlutum glíma við rekstrarvanda, atvinnuleysi eykst og allt samkomulag er úr skorðum. Okkur hefur þó tekist að sigla í gegnum þetta með skynsemi og ráðdeild. Sóttvarnaraðgerðir eru metnar eftir aðstæðum og reynt að tryggja að við getum lifað sem best með veirunni. Enn ein bylgjan er hafin, en við tökum á þessu skynsamlega þó stundum þurfum við að herða á ýmsum aðgerðum eins og nú stundir. Ríkisstjórnin hefur gripið til margvíslegra aðgerða til viðspyrnu og viðsnúnings fyrir íslenskt atvinnulíf og er stöðugt að meta þörf fyrir nýjar aðgerðir. Þannig verður það áfram. Það er stefna ríkisstjórnarinnar að verja og skapa viðspyrnu og því munum við sjá mikinn halla á rekstri ríkissjóðs á komandi árum. Gert er ráð fyrir hallinn verði tæpir 200 milljarðar á næsta króni. Mikill tekjusamdráttur er fyrirsjáanlegur og skatttekjur ríkissjóðs verða til dæmis rúmlega 50 milljörðum lægri á komandi ári en þær hefðu orðið án ákvarðana ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu. En ríkissjóður er í góðum færum að taka á sig þennan skell. Þökk sé góðri stöðu hans og hvernig búið hefur verið í haginn yfir góðæris tímabilið. Við viljum styrkja fjárhagslega stöðu einstaklinga og fyrirtækja til að koma í veg fyrir það að verðmæti og störf skapist til að störf tapist með varanlegum hætti, Markmiðið er að styðja við og örva hagkerfið svo út úr lægðinni komi samkeppnishæft þjóðfélag þar sem velsæld byggist á öflugu mannauði, kröftugu efnahagslífi. Þetta snýst atvinnu og aftur atvinnu. Ef við horfum síðan á tímabil fjármálaáætlunar fyrir árin 2021 til 2025 verður helsta áskorun okkar að snúa við hallarekstri og koma böndum á skuldasöfnunina. Þetta er líka þungt högg fyrir fjármál sveitarfélaga.
Staðan er hins vegar misjöfn frá einu sveitarfélagi til annars. Og ég er þakklátur fyrir það mikla starf og samstarf sem er á milli fulltrúa ríkisins og sambandsins og hefur farið fram fjármál sveitarfélaga. Því það er þannig sem við vinnum okkur út úr þessu, með samvinnu og samstarfi. Flestar aðgerðir ríkisins hafa haft bein eða óbein áhrif á fjármál sveitarfélagana. Hlutabótaleiðin og öflugt atvinnuleysistryggingakerfi hefur til dæmis án efa haft það að afleiðingum að fallið í útsvarinu var minna en búast mátti við, enda tekur ríkið á sig jaðaráhrifin í tekjuskattskerfinu en sveitarfélögin fá útsvarið af fyrstu krónu sem ríkið tryggir. Engu að síður er ljóst að áhrifin á fjármál sveitarfélaginu eru mikil. Í niðurstöðum starfshóps segir að gera megi ráð fyrir að samanlögð rekstrarniðurstaða sveitarfélagana allra verði 26,6 milljörðum lakari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlunum ársins 2020. Þá megi búast við að auknar fjárfestingar sveitarfélaga nemi rúmlega 6,5 milljörðum. Samanlagt eru áhrifin því rúmlega 33 milljarðar sem gera 91.000 króna á hvern íbúa. Góðu fréttirnar eru þó þær að útsvarið þar sem af er ári er 2% herra en fyrir sama tímabil í fyrra, sem segir mér að aðgerðir ríkisstjórnarinnar hingað til eru að skila ávinningi fyrir sveitarfélögin. Ríkisstjórnin hefur lýst því yfir að hún muni standa að baki sveitarfélögunum eins og frekastur unnt svo starfsemi þeirra raskist ekki of á komandi mánuðum og missurum, svo vísað sé til yfirlýsingar oddvita ríkisstjórnarinnar á dögunum. Nýjasta útspilið í þeim efnum er ákvörðun hennar beinan stuðning við fjármál sveitarfélaga og felur hún í sér 5 milljarða innspýtingu, en aðgerðirnar eru 670 milljón króna auka framlag sem varið verði til sveitarfélagana vegna málefna fatlaðs fólks, 720 milljónir króna framlag sem renni til sveitarfélaga þar sem kostnaður við fjárhagsaðstoð er yfir nánar tilgreindum mörkum. 500 milljóna króna framlag sem nýtilst til stuðnings þeirra sveitarfélaga sem glíma við hvað mesta fjárhagserfiðleika vegna COVID-19 faraldursins. Síðan eru 935 milljónir sem eru settar til að styðja við stefnumarkandi áætlun stjórnvalda eflingu sveitarstjórnarstigsins og auka sjálfbærni þess með sameiningum sveitarfélaga og þarna komið móts við kröfu sveitarfélaganum að fá nýja peninga inn í jöfnunarsjóð vegna þess verkefnis. 480 milljónir tímabundin lækkun tryggingagjalds sem er upphæð sem samsvarar viðbótarútgjöldum launagreiðanda, það er að segja sveitarfélagana, vegna launahækkana í tengslum við lífskjarasamninginn. Og að endingu heimild til að nýta allt að 1,5 milljarð úr fasteignasjóði jöfnunarsjóð sveitarfélaga verði nýtt í ár og á næsta ári til að vega upp á móti lækkun almennra tekju og útgjaldajöfnunarframlaga sjóðsins. Viðbótarframlög ríkissjóðs nema því í beinum peningum 3,3 milljörðum og heildarstuðningurinn, eins og áður sagði, á grundvelli yfirlýsingarinnar tæpir 5 milljarðar eða 4,805 milljónir króna. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga mun síðan annast útgreiðslu framlaga á grundvelli nánar skilgreindra reglna þar sem unnar verða í nánu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. En ágætu gestir, eins og þið þekkið, þá samþykkti Alþingi stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga í janúar síðastliðinn. Þetta er fyrsta áætlun sinna tegundar. Tímamóta áætlun sem felur í sér metnaðarfull áform eflingu sveitarstjórnarstigsins, aukna sjálfbærni þess og góða þjónustu við íbúana. 11 skilgreindum aðgerðum er ætlað að vinna að þessum markmiðum. Mikilvægasta aðgerðin, sem er forsenda fyrir raunverulegum umbótum á sveitarstjórnarstiginu, er tillagan lágmarksíbúafjölda sveitarfélaga. Frumvarp sem innleiðir aðgerðina, vilja Alþingis, ríkisstjórnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá aukalandsþinginu, er nú tilbúið. Það felur í sér að lágmarksíbúafjöldi verði 250 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2022 en 1.000 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2026. Áætlað er að heildarávinningur af aðgerðinni geti numið á bilinu 3,5 til 5 milljarðar króna árlega sem eru fjármunir sem gætu nýst til að bæta þjónustu við íbúa eða lækka skuldir
eða byggja upp trausta innviði. Önnur mikilvæg aðgerð lýtur að því að stórefla stuðning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við sameiningar og gaf ég út nýjar reglur þar að lútandi í ágúst síðastliðnum. Nú geta forsvarsmenn hvers sveitarfélags séð hver stuðningurinn verður, óháð því hvaða sveitarfélag hyggjast sameinast. Og þarna, þar að segja á glærunni, sjáum við til dæmis að ef öll sveitarfélögin á Snæfellsnesi sameinuðust, þá slagaði framlagið hátt í 2 milljarða. Þetta er mikið fé sem myndi nýtast vel. Heildarframlög til sveitarfélaga á Vesturlandi yrðu tæpir 3 milljarðar, eins og sjáum á þessari glæru ef öll sveitarfélögin væru aðilar að sameiningunum. Það er í mínum huga ekkert af vanbúnaði og stóraukinn stuðningur Jöfnunarsjóðs liggur fyrir. Jákvæð reynsla við nýlegar sameiningar á Austurlandi er góð fyrirmynd. Það er ljóst að nýta þarf opinbert fé betur á komandi árum. Þess vegna segi ég brettum upp ermar og hefjumst handa. Ég er bjartsýnn að eðlisfari og síðustu mánuðir hafa styrkt þann eiginleika því ég fundið hjá þjóðinni bæði samhug og kraft sem ég held að verði einstaklega gott veganest inn í framtíðina. Við eigum nú mörg í minningarbankanum gott íslenskt ferðasumar, þar sem ég held að margir hafi kynnst landinu sínu, sumir jafnvel í fyrsta sinn en aðrir upp á nýtt. Með þessa reynslu sem faraldurinn hefur dembt yfir okkur, munum við taka framtíðinu opnum örmum, óhrædd og reynslinu ríkari. Eigið góðan fund.